Allt megna ég fyrir hjálp hans sem í styrkan gerir. Mundu að hafa Guð í hjarta þínu þegar þú ferð í gegnum dalinn og leyfðu honum að leiða þig í gegn. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Jesús dó fyrir þig svo að þú getur átt líf í fullri gnægð. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við viljum hvetja þig til þess að deila samkomunni og verum hvatning fyrir aðra að koma í hús Drottins og lofa hann eða vera bara heim í stofu og lofa hann með okkur á samkomu. Endilega verið með okkur.
kynslóð til kynslóð að þig upphefja, við lofum þig. Halleluja, halleluja, við lofum þig og hver þú við lofum þig. Halleluja, halleluja, við lofum þig og hver þú og hver þú og hver þú hver þú Halleluja. Velkomin að samkomu hér í dag. Má ég heyra amen? Þvílíkt og annað eins að við fáum enn einn daginn til þess að lyfta upp hans nafn í dag. Þvílíkt forréttindi að við fáum einn dag í viðbót til að gera aðeins betur. Þvílíkt forréttindi að við fengum það tækifæri til að vakna í morgun. Það er ekki sjálfgefið. Og þeir sem heima sitjið, þvílíkt forréttindi að þeir séu bara þarna að horfa á. En þetta er dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Má ég heyra amen? Við ætlum að lofa Guði í dag, við ætlum að hlusta á hans orð í dag. Við ætlum að gefa Guði þessa stund, endilega biðjið með mér. Heilagur Drottinn, ég þakka þér fyrir tækifæri á að fá að koma hér og lyfta þér upp. Ég þakka þér fyrir þetta tækifæri, Drottinn, að við getum lagt líf okkar í þínar hendur og þú munt vel fyrir sjá, Drottinn. Ég þakka þér fyrir þetta tækifæri að við fáum að koma og blessa þitt nafn sem öllum nöfnum æðra bæði á himni og jörðu. Takk, Drottinn, fyrir að vera sá sem þú segist vera, því að þú ert allt sem við þörfnumst. Vertu með í dag, vertu með, Drottinn, í löggjörð þinni. Leyfðu fólki að ná, Drottinn minn, ná að snertast á þínum heila anda og ég bið að orð þitt tali til hjarta okkar í dag. Í Jesú nafni, amen. Traust mitt á og hans upprisu trúa á. Ég mun sigur Jesú sjá, blóðsinn sigur kraftinn fá. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen, amen. Ég endurtek eilíft lag og ávallt syng því upp hann reis. Lá ég lífan í gröf, á mig lagst hafði synd og böl. Kallar náð hans nafnið mitt, mér nýtt líf gefur sitt. Amen, amen. Ég á líf því upp hann reis. Amen, amen. Undirtek eilíft lag og ávallt syng því upp hann reis. Og því vil ég lifa, því upp hann reis. Og
sem rísa hátt, bíð þess þeir hrynji bráð. Þú hefur aldrei brugðist mér. Bíð eftir breytingu, sigur í baráttu, en þú hefur aldrei brugðist mér.
svo Drottinn styrkt okkur í trúnni að horfa á þig sama hvað í Jesú nafni.
Dásamlegt er það að syngja um Drottni lof, það ekki? Tvær stuttar auglýsingar, bænastund eða byrjum klukkan 7 á miðvikudaginn með íhúðun, svona soaking íhúðun. Þetta klukkan 7 í salnum og svo bænastund klukkan 7:30 í kjölfarið. Þið eru velkomin að koma, þetta er opin bænastund, opin íhúðunum stund. Mjög gott að koma áður og hvíla hvernig nærveru Guðs undir fallegri ljúfri tónlist. Tala um Drottinn honum fyrst og fremst og leyfa honum að tala við sig. Þetta á sem stund.
Hósan í hæstu hæðum. Takk Jesús. Hósanna, Hósanna, Hósan í hæstu hæðum. Halleluja, syngjum saman. Hósanna, Hósanna, Hósan í hæstu hæðum. 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 Hósan í hæstu hæðum. Hósan í hæstu hæðum. Hósan í hæstu Velkomin heilar andi, tökum á móti því sem þú hefur í dag. Undursamleg nánd þín, fætur þína vil ég dvelja við. Undursamleg heilug ásýnd, ég aldrei fara við. Blessun ekki bið þig, Jesús ekki skuldar þú mér neitt, því meir en allt sem þú mér getur veitt, þá vil ég þig, bara þig. Geirast er ég bið af gömlum vana. Geirast er ég syng bara annað lag. Gef mér aftur lífið þitt, ég opna hjarta mitt í dag. Geirast er ég kem með eigin vilja. Ég iðrast að þú ert nóg, en gleymi því. Gef mér aftur lífið þitt, ég opna hjarta mitt á ný. Undursamleg nánd þín, fætur þína vil ég dvelja við. Undursamleg
vil aðeins þig, því enginn er, enginn sem þú. Syngjum saman, vil aðeins þig, því enginn er, enginn sem þú. Ég vil aðeins þig, því 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 enginn sem þú. Það enginn eins og hann. Heyri, amen. Einhver innan sem vill bara Jesú og vill meira á honum. Halleluja. Ég vill meira. Elsku Jesus. Því enginn sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn sem þú. Ég vil hvað heyra? Því enginn halleluja. Enginn sem þú. Það enginn eins og þú. Vil aðeins þig, því enginn sem þú. Vil aðeins þig, því enginn sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn sem þú. Ég vil aðeins þig, því enginn sem þú. Aðeins þig, því enginn sem þú. Takk Jesus. Velkomin. Það enginn eins og þú, Drottinn minn. Og í þér allt sem við þörfnumst, allt sem við þráum. Við viljum aðeins þig, elsku Jesús.
Þakka fyrir náð og miskunn þína. Þakka fyrir náð þína sem ný á hverjum degi. Þakka fyrir þú þjónar inn í líf okkar við anda þinn. Leyfur okkur að dvelja í nærveru þinni. Vera eitt með þér. Blessa þig hérna. Halleluja. Það var að berast bænarefni til okkar núna og við skulum bara biðja fyrir manni sem er að berjast við fíkn og vanda og mjög erfitt akkurat í augnablikinu. Sefur lítið sem ekki neitt. Þjáist á anda, sál og líkama og þarf lausn. En við sammála að biðja Guð að mæta honum það sem hann er. Drottinn minn, þú ert algjör snillingur í að mæta fólki hvar sem þau eru stödd. Og við biðjum núna að vera sammála að þinn andi starfi nú. Kraftur þinn snerti þennan mann. Snertu við honum Drottinn Guð, við andans, við sál hans og við líkama að hann rísi upp. Miskunna þig yfir í Jesú nafni. Við sendum orð lækningar og lausnar frá þessari samkomu og Drottinn gerðu nafn þitt mikið á meðal þjóðar okkar. Láttu það spyrjast að þú læknar og gerir heilt. Láttu það spyrjast að þú reisi fólk við og vonlausri stöðu, Drottinn Guð. Láttu það spyrjast hversu mikill og stórkostlegur Guð þú ert. Bara góður. Blessa sig þetta. Amen. Takk, Jesus. Það er svo gott að lofa og ég segi þetta alltaf því það er svo gott. Guðbjörn, komdu að sitja. Þessi maður heitir Guðbjörn Gunnarsson, mörg ykkar kannast við hann. Hann er ekki þekktastur fyrir að vera vinur minn þó hann sé vinur minn. En hann er þekktastur fyrir að vera einn helsti markþjálfi Íslands. Þjálfari og góðvinur vina sinna. Nei, ég ætla ekki að segja ykkur nokkra sögur því ég gæti sagt ykkur nokkra sögur úr ræktinni en þessi maður Fat Jens. Herðin, þessi bróður okkar ætlar að tala til okkur á Guðs orð í dag og ef ekki að bjóða velkominn með góðu lóðatæki. Gjörðu svo vel, þú verður að fara upp á svið, kallinn minn. Já, góðan daginn. Herðu, þvílík lofgjörð, maður. Og ég var að klappa fyrir lofgjörð náttúrulega. Herðu, við ætlum að fara í svolítið skemmtilegt ferðalag hérna saman. Og manneskjan sem er ofboðslega góð í að hlusta, hún fær mest út úr þessu. Og það sem er að gerast hjá okkur þegar maður hlusta, við erum öll svo einstök og ekki öll eins. Misjafnt hvað tala til okkar, en hugsanir sem tengja saman skapa neista. Eða eins og Inga myndi segja, thought that's wire together, fire together, halleluja. Þannig að ef við erum svolítið að hlusta, og mér langar til að hvetja ykkur til þess að hlusta núna, án þess að hafa skoðun. Svona svolítið eins og væri bara að hlusta á tónlist. Og allt í einu þá hittir eitthvað í mark hjá ykkur. Amen. Mín saga er svo að ég einhvern veginn hef þurft að hafa mikið fyrir því að fungera sem einstaklingur. Og ég gerði allt sem ég gat þegar ég var yngri til að verða ófungerandi. Og þegar ég var 5 ára þá var ég í Kotmúla hjá Svan og Marju, stórkostlegt fólk. Og ég var búinn að vera í mánuð og mér hlakkaði svo til að fara. Svo hringi pabbi. Ertu til í að vera mánuði viðbót? Já. Ég kunni ekkert annað en að þóknast.
Og ég hugsaði með mér, ég ætla að hefna mín á pabba. Að vera svona vondu við mig. Og þá ákvað ég að hætta að nota tannkrem á tannbursta minn. Þannig að þegar ég var 5 ára, þá var ég byrjaður að refsa sjálfum mér. Og það var einn predikari sem sagði að sársauki væri næst algengasta tungumálið í heiminum. Og ég hef sagt mjög skemmtilega sögu á mann sem ég ætla bara að segja stuttútgáfuna, hann fór í skóbúð og keypti sér litla skó og var í þeim allan daginn og var alveg að drepast og konan spurði, hvað er að þér maður, hvað er að? Og hann sagði, sjáðu til mér, ég er alltaf á litlum skóm, hvað er þetta að pæla? Og sagði, bara þegar ég kem heim, þá er svo gott að fara úr þeim. Og stundum þá erum við búin að búa til eitthvað svona munstur sem ég lærði bara að vinna í þegar ég var 5 ára. Og ég trúi því að stærsta gjöfin sem við eignumst, þú veist, fyrir utan frelsið í Jesú Kristi, það er þegar við eignumst okkur sjálf. Sem lítur þannig út að við vitum bara nákvæmlega hvað þarf ég núna. En það sem við ætlum að tala um í dag, við ætlum að tala um hvað fæðir það besta fram í Guði fyrir okkur. Og það er okkar svar við hans skipun. Það er, við lesum í orði Guðs, og við erum með þessar frábæru leiðbeiningar og það besta sem við gerum fyrir okkur til að eigna sig mest í Guði er að svara þessari skipun. Og við sungum trúfesti hans, en hvað með trúfesti okkar? Og ég er búin að vera mjög seinþroska. Þú veist, ég er 17 ára gamall í Drottni og það er alltaf ákveðna forsendur þó við notum það ekki sem afsakanir. En þá voru mínar forsendur þannig að ég einhvern veginn átti mjög langt í land þegar ég frelsaðist. Og svona búin að, gamli maðurinn er búin að vera að deyja. Hann einhvern veginn bara dó ekki svona einu augnabliki. Og ég vildi geti sagt að hann er alveg steindauður núna. En ég bara líga ekki, þannig að ég er ekki alveg komið þangað. En ég er á leiðinni. Amen. Og svo kemur stundur svona hljóð. Og þá er það svo gott bara að hugsa bara, þú veist hvað gerist hjá mér þegar ég heyri þetta. Guðni Gunnarsson, það er mikill meistari sem ég hlusta mikið á og hann segir að ef þú ert ekki að valda því sem þú vilt, þá viltu þig ekki nógu mikið. Og ég er svolítið að æfa mig í þessu og þá spyr ég mig hvað get ég gert til að vilja mig meira. Og til dæmis að standa og lofa Drottinn, það er bara eitthvað sem næri mig alveg svakalega mikið. Það er svo gott. Þannig að þið geti spurt ykkur núna, bara svona í hljóði, bara hvað get ég gert til að vilja mig meira? Það sem gerist, þú veist, ef maður elst upp í ójafnvægi og þróar með sér ójafnvægi og fer út í lífið og þá er maður meistari í fjarveru. Þannig að þá er maður rosa mikið að horfa út á allt og hafa skoðun og það er alveg frægt, ég hef verið mikið í Al-Anon-fundum og fólk kemur á Al-Anon-fundum og fyrsta sem það hugsar er mamma mín þyrfti að vera hérna. En allt sem að ég hugsa kemur frá mér. Það verður ekkert með mömmu mín að gera. En það er bara svo þægilegt bara að þurfi ekki endilega að horfa inn á við þó að það sé voða gott. En það besta sem fæðir Guð í okkur, það er sem sagt okkar svar við hans skipun. Þannig að þá erum við að lesa í Biblíunni og við erum að nálgast Drottinn og svo einhvern veginn er þetta lifandi og kröftugt og svo bara, Inga, svo gott þegar orðið einhvern veginn bara gerjast í manni, svo bara einhvern veginn ef maður stattur á erfiðum stað og allt í hennu bara kemur bara allt samverkar þeim til góð sem Guð elskar. Amen. Allt, pæli í því. Allt. Drottinn minn, bara ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir það sigur í Jesú nafni Drottinn, ég þakka þér fyrir anda þinn sem verkar með að vilja þér til velþóknunar Drottinn, ég bið fyrir öllum sem að hlusta núna Drottinn, bara akkurat núna, bara heilagur andi komi bara og olían leki yfir þau, halleluja, eins og við talaðum í Sálmi 133, þegar systkini koma saman og bara lekur olían og þar hefur Drottinn boðið út blessun og lífað eilífi í Jesú nafni, amen. Og svo gott að byrja. Skemmtilega sem ég gera er að byrja. Og skemmtilegustu stundina mínar eru þegar ég byrð fyrir fólki.
og ég að þjálfa í vörklass í Laugum. Ég veit að Bjössi ekki að hlusta núna, en sko skemmtilegri stundar sem ég á það því ég fer inn í mælingarherbyggið og bið fyrir einhverjum og hann fyrir að gráta í vörklass. Og svo ég að vinna í markþjálfun og kom til maður til mín á 50 og hann var bara ekki á góðum stað og ég bað fyrir honum og heila og randi kom bara. Og þetta lífið. Fyrir mér þetta lífið. Það ekki hvað í kringum mig og hvað með mér, það bara einhvern veginn að fá einhvern veginn svona sopa af nærveru Guðs. Og talandi það, ef við erum að lesa í Biblíunni og þá vitum við hvað við erum að gera, þá lífið svo gott. En það var mjög frægur AA-maður sem var að sponsa fullt af gaurum og stundum hringduður í hann og voru að kvarta að lífið var ekki nógu gott. Og hann spurði, ertu búin að vinna í sporunum? Og þeir sögðu nei, þá skellt hann bara á þá. Hann nennti ekki að tala við fólk sem að tók ekki sína ábyrgð. Þannig ef ég væri svo hann og fólk kæmi til mín sem væri í kirkjunni eitthvað að kvarta og ég myndi spyrja, ertu búin að lesa í Biblíunni? Skiljið hvað að fara? Og þetta svolítið góð, þú veist, ef ég vil mig rosalega mikið, þá lesi ég Biblíuna hverjum degi. Ef ég að valda því sem ég vill, þá lesi ég orðið Guðs. Það svo gott. Og það bara 100% líkur á því að Guð blessi mig. Ef ég lesi Biblíunni. Halleluja, rosalega gaman að vera þetta maður. En það ekki. Herru, við ætlum að tala hegðunarvisku. Finnst ykkur það ekki flott orð? Hegðunarvisku. Já, ég Guðbjörn sérfræðingur í hegðunarvisku. Nei, ég ekki komið þangað, en orðið success þýðir hegðunarviska. Þannig að ef við ætlum að verða successful, þá þurfum við að haga okkur. Sjálfstjórn. Halleluja. Halleluja. Herru, ég með Hebreabréfið. Á ég að fara fyrst í þessi eitthvað, Halldór, eða? Nei, við erum ekkert við skulum bara æfa okkur í því að vera svolítið viðstödd og bara svona sjá hvað gerist í okkur á meðan við erum að hlusta. Sérstaklega þið þarna heima. Það ekkert að trufla ykkur. En stendur í Hebreabréfinu, 4. kafla 10-11, því að sá sem gengur til hvíldar hans fær hvíld frá sínum verkum. Eins og Guð hvíldi sig sjálfur frá sínum verkum. Þannig ef við erum í hvíld Guðs og þú varst að auglýsa á miðvikudaginn, svona hvíldarstund, að hvíla sig í drottni. Og þetta Hebreabréfið 4:10-11. Hvað kemur svo 4:12? Hvað kemur 4:12 svo? Hvað það? Því orð Guðs lifandi og kröftugt. Og smígurinn í innstillti merkjar og sæl og dæmir allt saman og setur allt á réttan stað. En fyrst þurfum við að ganga inn til hvíldar hans. Og þá kemur krafturinn. Þannig að krafturinn, hann geti, þú veist, á einum stað verið í hvíldinni. Þessi lýsing alveg stórkostleg. Halleluja. Þakka Guði fyrir það. En það sem gerir, ef við erum óþolinmóð, þú veist, óþolinmæði og óstöðuleiki býr til streitu. Sjáu þið þetta. Þetta himnaríki. Halleluja. Herru, mér langar að heiðra hann Ingu. Alltaf því ég kem þá hún brosandi og flott og fín og hrósa mig fyrir skeggið mitt. Og það margt búið að ganga á. En hún hverjum sunnudegi. Búin að vera í 50 ár. Hverjum sunnudegi. Hún kemur alltaf. Þvílík hetja. Úthaldið. Og ég trúi því að ganga með Guði sé bara þolinmæði og hlýðni. En það svo margt sem maður veit ekki fyrir maður veita. Herðu, mjög góð pæling. Ég kom með vatnsbrúsa minn Besta fitubrennslu efni sem til það allir að kaupa sér einhverja pillur og eitthvað fínir í. Besta fitubrennslu efni, það vatn.
Og ég búinn að gera smá rannsókn, fólk sem að gengur með vatnsbrúsa í betra formi heldur en fólk sem gengur ekki með vatnsbrúsa. Og við sáum Jóhann á það, hún var með brúsa með sér á sviðinu og við sjáum hvað hann í fínu formi. Þannig að þó að þið takið ekkert annað með ykkur, bara að vera með vatnsbrúsa, vera vopnaður. En það er svolítið góð pæling, af hverju fáum okkur kók þegar við getum fengið okkur vatn? Það er út af því að það er til kók. En við vitum ekki, ef við drekkum bara vatn í 2-3 vikur og fáum okkur svo kók, þá er það bara ógeðslega vont. En við vitum það ekki fyrir við vitum það. Þannig að það er svona áskorun, hún er frí hérna bara, taka 3 vikur bara vatn og sjá hvað gerist. Er þið til í það? Dóri er svo jákvæður maður. Halleluja. Halleluja. Jesús. Og núna er ég að gefa ykkur smá tíma til að hugsa svolítið bara, já, hvað er þetta sem mann er að tala um hérna á lífsins vatn? Sko, það eru hérna, núna erum við búin að vera í kirkju, við erum hérna mörg eldri en 2 ára í kirkjubransanum og við erum búin að sjá fólk koma og fara. Fólk fara í fílu. 80% af fólki í kirkju er sært af fólki í kirkju og hættir að koma. En ef við lesum í Efesisbréfinu 6:12, hvað stendur það? Því að baráttan sem við eigum í, heldur við anda veru vonskunar í himingeimnum. Við erum aldrei að berjast við fólk. Þannig að næst þegar við erum að tala við ykkur, og þessi hérna kemur þessa hugmynd að nú sé góð hugmynd að fara í fílu, þá tökum við upp skjöld trúarinnar og minnum okkur á það að baráttan er aldrei við fólk. Þú veist, þetta er bara eins og að fá 100 milljónir bara beint í rassvasann. Hvað gerir okkur leið? Hvað særir okkur? Það er bara okkar vankunnátt að taka fólki eins og það er. Fólk er bara alls konar. Já, engin, en móðgun er aldrei gefin, hún er bara tekin. Og við ætlum aldrei að taka, við ætlum að vera tilbúið með skjöldin, er með mér í þessu? Það er lífið er of stutt til að vera móðgaður. Heyri amen? Halleluja. Jesús, rosalega gaman að vera hérna. Hafið eitt SS-fóringjana? Sko, það er skömm og sjálfsvorkunn. Eitthvað sem kannast við það inni? Alls ekki. Og það sem er að gerast hjá okkur hérna inni, við erum alltaf að leita af samsvörun. Þannig ef að mér líður rosalega illa og ég hitti Ingu, þá vil ég henni líða illa. Og ég fer að tala hvað þetta lið sé nú allt alveg ömurlegt hérna. Bara nennir enginn að koma á samkomu maður og þú veist, alltaf þarf ég að vaska upp og þú veist, ég er að ná inn á mitt plan. En þá er svo frábært að, þú veist, vera búin að lesa í Biblíunni, Fílípibréfi 4:4. Ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi yðar verið kunnugt öllum mönnum og svo kemur mjög magna vers 4:6. Verið ekki hugsjúk neitt, heldur gjörið í öllum hlutum ósýrka kunna með beiðni og þakkagjörð og fríður Guðs mun varðveita hjörtu ykkar í Jesú Kristi. Hvenær munum við þetta? Af hverju munum við þetta ekki alltaf? Þegar, sko, þjáning er uppsöfnun hugsana sem við tengjum við augnablikið. Ég fer í vinnuna morgun og það er einhverjum sem ég finnst klúðra ykkur og ég kem heim og ég fer að hugsa hvernig ég klúðra þessu og ég er nú meiri asnin og ég fer á aktu-taktu og kaupi mér 1 sveittan og með því og 2 lítra kók og ís og allt saman og svo borða ég þetta og svo er ég alveg að drepast maður og slekka á símanum út að ég meik ekki samskipti. En svo þegar Halldór lendir í þessu, hann fer bara beint bara í að biðja, bara þakkaði drottinn. Það er engin fordæming fyrir mig, halleluja. Þakkaði fyrir drottinn minn, þetta er svo vatn á gæs.
Þakka þér fyrir Drottinn, ég alltaf opnaði með skjöld trúarinnar. Og þá getum við spurt okkur, þú veist, hvað það í mér sem gerir það að verkum að ég leyfi þess að, setja þetta í marineringu hérna. Þú veist, hvað það? Og það gæti verið þessi pæling með sársauka. Þú veist, kannski, ég bara smá sársauka fíkill. Og skömmin, það eina sem hún þolir ekki, það dagsljósið. Þú veist, og sannleikurinn, þegar sannleikurinn hefur komið í ljós, þú veist, kannski einhver hérna búinn að tengja og skapa neistan, þá kannski næst þegar þetta gerist, og kannski bara þegar hjónin að tala saman og konan segir eitthvað við manninn og manninu finnst það óþægilegt og segir ekki neitt. Svo fer hann bara í ísskápinn, bjargar þessu. Það sem gerist þegar við svörum ekki fyrir okkur, að þá minnkum við. Og þá verður maður heimskur í 80 mínútur. Og þá bara fer maður bara beint, þú veist, ef að hlöllabátar ekki á næsta horni, þá fer maður beint í ísskápinn. Fattiði mig? Halleluja, Jesús. Herri, ég elska orðið. Ég elska orðið. Heilinn. Nú ætlum við öll að hlusta ekstra vel. Heilinn það líffæri sem tekur mesta orku. Og þú getur ekki hugsað og upplifað á sama tíma. Þú getur ekki staðið hérna og lofa Drottinn og fundið hérna smurningun að koma og hugsað. Annarkvort þetta að hugsa eða upplifa. Þannig að manneskjan sem að hugsar minnst, það kannski manneskjan sem á besta lífið. Og svo það besta sem við gerum fyrir heilan. Hvað það besta sem við gerum fyrir heilan? Það að hreyfa okkur. Það sem gerist ef við hreyfum okkur, þá kemur endorfín og þá erum við rosalega klár. Og ef við þurfum að taka erfitt símtal og við erum ekki til í það, að þá förum við að hreyfa okkur og svo verður svo auðvelt að taka upp símtalið. Halldór, hvað uppáhaldsvessið þitt í Biblíunni? Það kemur eitt fyrst upp í hugan á þér. Já. Efesus hvað? Já. Þetta svo mikið ríkidæmi. Að eiga Biblíuna hérna bara á lager. Endurtekningin sterkari en reynslan. Það erfiðara að aflæra heldur en að læra. Þess vegna dettum við alltaf í sömu hólun aftur. En við þurfum ekkert að vera klár ef við finnum bara eitthvað heilbrigt og gerum það aftur og aftur. Þá langar okkur til að gera það aftur og aftur. Þú veist, minn boðskapur að við fáum heilbriði bakdyra meginin. Við erum ekki að rembast við að borða ekki sykur. Fattiði mig? Þess við fáum okkur bara vatn og hreyfum okkur og mætum hérna á kyrrðastundina og lofum Guð og erum í tengslum við fólk og förum í kaldapottin og hvað þetta allt saman. Þannig að einfalda lausnin á að eignast frábært líf, hún hefur ekkert með greind að gera. Það eru margir alltaf klárir til þess að eiga frábært líf. Þeir vita bara svo mikið. En ef við fyllum lífið okkar af upplifunum sem láta okkur líða vel, að þá langar okkur að gera það aftur og aftur og líkaminn kallar á það sem í líkamannum, hugurinn kallar á það sem í huganum. Þannig að á einum stað þetta ofboðslega einfalt. En á öðrum stað þá erum við öll með ákveðna forsendur. Og ég til dæmis
var 25 ára gamall þegar ég eignaðist dóttur mína og ég var bara versti pabbi sem til var. Út af því að ég hafði bara engar forsendur til að vera góður pabbi. Ég var ekkert búinn að vinna í því og æfa mig í því og fannst það bara ógeðslega erfitt og ég sem sagt er greindur, ég er mjög lítið hrifinn af greiningum. En ég náði að sjálf greina mig. Og ég hef verið að glíma við tengslaröskun. Þannig að þegar ég var alast upp, þá var mamma í ójafnvægi, þessi yndislega kona. Þannig ég tengdist henni ekki. Langaði svo rosa mikið að finnast konu sem ég myndi tengjast og svo þegar ég var búin að tengjast henni, þá gat ég ekki tengst henni út af því að þegar ég var lítill, þá var enginn. Og þess vegna fær enginn. Ekki einu sinni ég sjálfur. Þannig að ég er alltaf á hlaupum. Alltaf á hlaupum og þegar ég var lítill, þá lærði ég ekki að taka samtalið. Út af það var enginn að tala saman. Ég lærði að tala ekki, treysta ekki og trú ekki. Þannig að þegar ég lendi í vandræðum, og þá eru forsendurnar mína þannig að ég get ekki tjáð mig og hvað gerir maður þá? Þá bara fer maður. Ég nenni þess ekkert. Þetta er alveg glatað maður. Hún bara, þessi kona, hún samþykir mig ekki eins og ég er. Og ég fer. Hver er þá ekki að samþykja hvern? Einmitt. En bara hafið þið enga hugmynd það. Þannig að það kostar það að gera ekki neitt í að átta sig á því hvað er að frétta hérna. Það kostar svo mikið. En Guð er góður og það er sigur í Jesú nafni. Og á öllu mínu brölti þá hefur mér liðið svona yfir meðalagi út af því að ég held alltaf áfram. Þú veist, það skiptir einhver máli, þú veist, lífið lemur okkur niður, en hvað er við fljóta að standa upp? Og númer 2 skiptir meira máli heldur númer 1. Þannig að hvernig við bregðumst við skiptir meira máli heldur en hvað gerist. Ég var nú með hérna, ég var búinn að undirbúa mig svo rosalega vel, ég var búinn að skrifa þetta allt niður, svona litla miða, það nennir ekki að hlusta á okkur svona einræðu. Það versta sem ég heyri, það er vitnisburður, eitthvað búinn að skrifa 5 blaðsíður. Já, ég fór í sveit, ég var 5 ára og þetta var ekki nóg gott og svo kom geitinn og... Halleluja. Jeremía 30, og nú ætlum við öll að gera saman mjög skemmtilega æfingu. Jeremía 33:3. Það á mjög flott nafn, það vers. Þannig að ef ykkur veit að hérna má hann segja það. Ég er ekki að reyna að vera klár, sko. Ég veit bara að leyfa ykkur að vera með. En það er talað með þetta sé símanúmerið hjá Guði. Eða eins og Halldór myndi segja God's phone number. En hérna kemur það. Hrópaðu til mín, ég mun bænheyra þig og ég mun kunngjöra þig mikla hluti og leyndarmálsfulla sem þú hefur ekki áður þekkt. Og Guð ætlar að gera þetta núna fyrir ykkur. Þannig að þið ætlið að spyrja hann í huganum, bara Guð, hvað veist þú mig sem ég veit ekki? Amen. Þetta er, þú veist, þetta er svo mikið undur. Sko ég, hérna, það er sko til eitthvað sem heitir Jóhari glugginn, sem er eitthvað voða svona vinsælt dæmi og þar átt að hringja í eitthvað sem þú þekkir og spurja hann þessara spurningu, hvað veist þú mig sem ég veit ekki? Og ég mitt hringdi og spurði systir mín og fekk mjög merkileg svör. Auðmýkt er undanfari virðingar og það er, sko ef að mér langar til að vera auðmjúkur þá ætlum ég að byrja á því sem ég skortir. Þá ætlum ég að byrja á því að viðurkenna bara þegar ég var í Verslunarskólanum, ég er eini Íslendingur sem ég veit að sem féll 3 ár í röð. Pælið í því. 3 ár í röð. Og það er bara allt í lagi. Ég var ekki bjartasta vonin. Fattiði mig?
Og ég get bara sagt þetta og þú veist, ég svo sáttur við það, sko. En það sem var merkilega var að þegar ég var í Vestló, þá mætti ég í skólan og ég var ekki búinn að læra og mér leið ekki vel í skólanum. Og ég hugsaði, ég ætla sko að læra heim í dag. Svo kom ég heim og ég ætla að leggja maður, svo fer ég að læra. Svo að fara út aðeins að kíkja á strákana. Og í 3 ár, þá leið mér rosalega illa í skólanum, það ég lærði aldrei heima. Og svo fattaði ég mörgum ára seinna, ég þarf enga hjálp við að láta mig líða illa. En á þessum árum var ég alltaf að benda, það er þessi hérna. Halleluja. Er einhver hérna með verk í líkamannum hérna einhvers staðar hérna? Sko, við ætlum bara að vera hér, en við ætlum að segja öll saman. Þið segið það eftir mér. Lækningin tilheyrir mér. Vegna þess sem Jesús gerði fyrir mig. Ég meðtek lækninguna mína núna. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. En það sem ég finnst skemmtilegast, nú er Halldór farin að hreyfa sig eitthvað, sko, hún var að fara að hætta þessu. Það sem ég finnst skemmtilegast, það er einhvern veginn, sko, þegar smurningin kemur alveg með hvelli. Þegar hún kemur með hvelli. Og það er, sko, ófyrirgefning er, sko, að mörgum talin vera stærsti sjúkdómsvaldur í heiminum. Þannig að nú ætlum við að gera aðra æfingu. Nú ætlum ég að segja, ég vel að fyrirgefa sjálfu mér. Og leysa mig undan þeim dómi sem ég dæmt mig með. Ég skulda mér ekki nei. Fyrirgefa mér mín röngu viðbrögð. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Svo ætlum við að gera eitt í viðbót. Erum við ekki komin í stuð núna bara? Er allir með mér í þessu það? Eitthvað hann leiðir á þessu? Lalli, hvað segir þú? Þú sáttu við þetta? Alveg sáttur. Herðu, og nú ætlum við að segja, alveg grjóthart, ég vel að fyrirgefa öllum. Og leysa þá undan þeim dómi sem ég dæmt á með. Fyrirgefa mér mín röngu viðbrögð. Þau skulda mér ekki nei. Í Jesú nafni, amen. Hugsið ykkur, það er bara brjálaður kraftur í ykkur og svona. Það er svo einfalt. Þú veist, þetta er eins og að vera í saglas. Það er sennilega, sko stærsti ókostur við Guðs ríki er að það kostar ekki neitt. Þú veist, fólk er að fara á alls konar námskeið, kostar stór fé. Svo er það að tala þetta maður og þú veist, en svo geta allir komið hinga og það er bara frítt og... Þetta er magnað. Herðu, orðskviðirnir 15:15. Fátækleikurinn lítur aldrei glaðan dag en sá sem vel liggur á er sífellt í veislu. Og þá er svolítið góð spurning, fátækur, þú veist, af hverju? Alveg svo upp að viskunur afla sér visku og hvað er viska? Og ég trúi því að það sem ég sagði hérna í byrjun, að stærsta gjöfin sem ég eignast er ég sjálfur. Þannig ég trúi því að það sé svona, það er svo viska sem ég finnst mest spennandi, að þekkja Guð og þekkja sjálfa mig. En það sem ég talaði með í byrjun var að það besta sem fæðir, hvað sagði ég? Það besta sem, Halldór? Það besta sem Guð færi fram í okkur, það er okkar svar við hans skipun. Sko, ég er búinn að vinna með fólk í 18 ár og það sem ég hef séð, það er að fólk einhvern veginn fæðist ekki með það eðli að vilja lifa lífinu
eins vel og það getur. John Maxwell sagði á GLS að flestir sætta sig við lífið. Fæstir lifa lífinu. Pælið í það, 2021, öll þessi tækni og flestir bara sætta sig við lífið. Af hverju? Af hverju það? Þú veist, það gæti verið út af því að ef ég ekki að valda því sem ég vill, þá vill ég mig ekki nógu mikið. Já. Amen. Herðu, það hérna, sko, nú ég alveg að klára. Eitthvað spurningar á salnum? Það svo yndislega þessi kona. Drottinn minn, bara þökkum þér fyrir þessa stund, Drottinn, þökkum þér fyrir orðið þitt og ég bið, Drottinn minn, að við mættum verða góður farvegur, Drottinn, að orðin sem við heyrum í dag mættu fá að 100-faldast í Jesú nafni, Drottinn. Bið sem öllum sem að hlusta núna, Drottinn, bara Drottinn, þú fyllir þá að kærleika og metnaði til að taka einu skrefinni lengra í Guðs ríkinu, Drottinn. Eða bara, eða ætlar að vera meistar í ykkur og ákveður að taka eina lotu enn, halleluja, kannski hittur beint í mark næst, Drottinn. Bara fyllir okkur öll af himneskum eldmóði í Jesú nafni. Amen. Nú samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjun okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.